Við ætlum að vinda okkur í stærðarinnar listaverk næst. Því hingað til mín komin Beate Stormó, bóndi, listakona og eldsmiður og hún sannarlega að takast á við áhugavert verkefni því að velkomin Beate. Takk. Það ferðamála félag, það ekki, Eyjafjarðarsveitar, fékk þig í þetta merkilega verkefni að smíða risakusu í Eyjafjarðarsveit. Hvernig kom það til? Já, ég veit nú kannski ekki alveg hvernig þau fengu hugmyndin, en hugmyndin var góð og ég greip hugmyndin allavega og sagði já. Já, reddum þessu. Reddum þessu. Og náttúrulega það svolítið einhvern veginn stundum einhver að skella á maður einhver hugmynd og maður fær enga tengingu við það. Og stundum einhvern veginn kemur einhver hugmynd og maður bara, já. Risakýr, vá, óhugnalegi tilhugsun að gera risakýr. Hversu stór er hún? Já, hversu stór er hún? Sko, það þetta. Ég búin að setja marklínuna og 3 metra hæð. Já. Það stærsta sem ég þorir að fara út í. Það vel út fyrir þægindaramman. Já. Og þá hún svo 5 metrar á lengd. Já, það munar ekki það. Nei, og maður þarf að vera stærst. Ég held þetta verður stærsta kýrskúlptúr á Íslandi þegar hún verður tilbúin. Og það náttúrulega hluta af markmiðinu, þetta á að vera svona aðdráttarafl fyrir ferðamenn og að koma og skoða kursuna þegar hún verður risin. Já, það var svolítið draumur þeirra að þetta átti að vera aðdráttarafl. Þannig að við skulum rétt vona að hún verður aðdráttarafl. En það get ég ekki lofað. Já, mér finnst þetta ótrúlega spennandi. Og upprunalega hugmyndin þeirra var vildu þau að hún væri úr vinnuvélum eða hvernig? Jú, það fylgdi svolítið bónin frá þeirra að þau jafnvel sá fyrir sig traktora hlutar og vinnuvéla hlutar og allt svona raðað upp sem kú. En það ekki mín listsköpun, þannig að ég aðeins fínlegara en þetta í minni listsköpun af því að það henta mér betra, þannig að ég kannski notar eitthvað af gömlum vinnuvélum. Það alveg með í dæminu, en hún verður ekki aðalega úr því og hún verður mjög svona kúarleg, sko. Já. Hún verður ekki mjög abstrakt. Nei. Það verður bara falleg skepna. Já, mér langar alltaf að búa til fallega kú. Það var svolítið líka þetta, það var eitt af markmiðum, falleg kú og að flest allir gæti fundið hún falleg. Já. Fólk geti bara verið sammælst það. Já, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Já, og hvenær ætlar að byrja þína eiginlegu smíði? Ertu byrjuð kannski nú þegar? Nei, bara hérna inni. Já. Hún bara í smíðum hérna inni, en ég búin að smíða allir líkan. Já. Lítið líkan af henni. Já. Og Þannig að þú komin með dálítið svona sterkar hugmyndir hvernig hún á að vera. Já, þessi svona á einhverju fræðimáli heitir það vist hönnunarvinna. Já. Sem búin að vera í gangi núna, sem ég búin að setja mig deadline á 10. desember og það að vera tilbúið. Og þá á í rauninni, þetta svolítið eins og arkitekt búin að teikna húsið og allt klárt einhvern veginn og þá getur maður bara að byrja að smíða. Já. Ég var eiginlega ekkert að henda út húsnæði til að smíða svona stóra kú. þannig að hinn eiginlega smíði byrjar þegar vorar og hægt að smíða henni kannski úti. Úti, já. Eðlilega, ég held að þetta kannski ekki, maður ekki að koma sér upp svona sérstöku kúasmíðaverkstæði. Nei, ég með einhverja hugmynd kannski smíða í einhver svona dúkahús eitthvað, en það kemur bara í ljós. Já. En svo bjartsýnin svo rosalega, ég held ég kannski geti verið tilbúin með hana í ágúst. Já, það verður bara strax næsta sumar sem verður hægt að berja hana augum. Já, en við skulum sjá hvert það tekst. Já, og búið að ákveða staðsetningu fyrir hana? Já, það verið að hugsa Sólgarð. Já. Þar. Já, einmitt. Þannig fólk þarf ekki að keyra of langt inn í fjörð til að sjá hana. Nei. Sólgarður á að vera viðráðanlegt. Já, það alveg passið. Fólk tilbúið að leggja ýmislegt á sig til að sjá risakusu, vissum. Það vona ég. Já, og kýr náttúrulega eiga stóran sess held ég bara í hjarta þjóð, þetta svo merkilegar skepnur. Kýr mjög merkilegar skepnur fyrir marga sakir einhvern veginn. Þau náttúrulega bara, þau framleiða mat, við gefum þeim gras að borða og þeir koma með þessa mjólk sem prótein og fita sem bara næring og náttúrulega bara, það stórmerkilegt. Og í sögulegu samhengi náttúrulega
kýr bara stórmerkilegar skepnur líka einmitt á Indlandi, þar eru bara alheilagar og labba eins og drottningar bara, eða þannig. Já, einmitt. Og náttúrulega birtast okkur í alls konar sögum, ég meina bara allt frá Búkollu og svona. Og Auðhumlu. Og svona, þannig að þetta er líka hluti af sagna og söguarfinum. Og það vil ég líka koma fyrir í þessa kú, þannig að á henni verður sem sagt áletranir, það verður svona borðar með setningar úr sögum, alls konar sögum. Og hún Valgerður Bjarnadóttir sagnakona, hún er að hjálpa mér í þessu, að finna þessi sögubúta sem hendar á þessum kú. Já, skemmtilegt. Já. Þannig að ég er ekki að gera þetta allt saman ein, ég er að reyna að nota þetta, fá fólk að hjálpa til í þessu verkefni. Já, einmitt, að svona, virkja fleiri í þetta. Í sköpuninni. Já. Það er líka bara fallegt og skemmtilegt og ég vissum að það hljóta allir bara mjög viljugir að stökkva inn í svona, þetta er svo óvenjulegt verkefni. Já, þetta fær góðar viðtökur. Já. Og þetta er náttúrulega bara ótrúlega spennandi og þú ert nú með eina kussu hérna með þér. Þetta er risakussa. Ég heldum. Hún er náttúrulega ekki orðin risastór ennþá en hún á eftir að fara í svona stækkunarferill, sko. Já. En það eru sem sagt svörtu línunar sem sést á þessu módeli. Já. Það eru bara svörtu línunar og allt sem er svart sem er í rauninni kussan. Hitt er ekki neitt, hitt er loft. Þannig að hún verður svona eiginlega gegnsæ að hluta til. Já. Þannig að hún er samsett af mjög mörgum litlum bútum, eins og við sjáum, og það gerir líka þetta að tengja gamlar vinnuvélar inn í hana svona auðveldara því að það er hægt að taka bara ein gírstöng eða eitthvað að setja inn einhvers staðar. Já, gírstöngin úr traktornum hans afa. Já, hlæmis, einmitt. Þannig að svona er hún. Hún er sem sagt líka, það var líka svona ákvörðun sem ég tók að þetta er ekki svona kornung gullfalleg kvíga. Nei. Þetta er svona aðeins virðuleg kú, sko, hún er svona, komið með svolítið kvið, svolítið niður síið júur og hún er svolítið stór beinótt og svona því að hún er svona vitur skepna. Já. Hún hefur lifað tímanna tvenna. Svo er hún náttúrulega hyrnd sem við viljum helst ekki sjá í íslensku kýrnara því að þau eru svolítið vondan við hvert annan. En af því að hún er svolítið líka svona forsöguleg, þá fekk hún að hafa þessi krúnudjástnanda á höfðinu. Já, fekk að halda þeim. Já. Einmitt, og ertu búin að hugsa eitthvað að nafna á hana? Í augnabliki heitir hún Edda. Já. Formóðurinn. Já, einmitt. Hún þarf að hafa stórt nafn. Já. Þegar hún er svo stór. Hún er svo stór, það er stórt nafn á stóra kussu, það leggur hún bara beint við. Já. Þetta er alveg, þannig að hún verður gegnsæ. Já. Það er svolítið. Og kemur eldsmíðin þar inn? Hvernig myndu smíðanna? Hún er smíðuð í mörgum bútum. Já. Smíðuð í mörgum bútum og svo er hún soðin saman bara með rafsuði. Hún er ekkert einhver svona, það verður heilmikil suðuvinna. Já. Og slípir okkar vinna við að slípa allt til og svona. En ég er að reyna núna að vinna í því að finna út hvort það er einhver sem á svona einhverjum leysirskurðarvélar eða vassskurðarvélar. Það er eitthvað sem ég þekki í rauninni ekki. Til að hjálpa til með að skera sumapartan út eins og söguborðana hérna. Já. Að láta einhvern svona vél skera þau út fyrir. Já, auðvelda sér aðeins. Já, það er ekki hægt að smíða hvert einasta smáatriði. Nei. Og ég er að fá mann til að smíða höfðið fyrir mig og júrað, mann sem er góð að vinna með járnplötur. Já. Þannig að þetta er bara. Þetta er heljarinnar fyrirtæki þetta verður svolítið. Að smíða einar svona risakussu. Já, milli mjalta. Milli mjalta, einmitt, og ofan á allt annað. Já, einmitt. Það er ekkert allir sem myndu leggja í að ráðast í svona verkefni þessari stærðargráðu. Nei, þetta er náttúrulega bara, það er bara svo spennandi að fara svona út í einhverja óvissu. Já, þetta er alveg hreint magnað. Ég hlakka óbóðslega til þess að sjá afraksturinn. Þú mun keyra fram í Sólgarð? Ég mun keyra, ekki spurning. Það var aldrei vafi á því. Já. Þannig að ég bara óskar góðs gengis með þetta og hlakka mikið til að fylgjast með. Ég vissum að við fáum að líta á þetta aftur þegar þetta er að smella saman. Það verður spennandi. Já, bara takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að fá að koma.